Elma tekur á móti boltanum á miðjunni og hún sér hérna Sigdísi, hún er rétt stæð. Fáránlega vel gert. Hún var gafið könnustu þessa stöðu, þetta er bara eins og markið sem hún skoraði í síðasta leik eftir 3 mínútur. Nei, hún leggur hann upp á Hafdísi Borg. Geggjað mark. Heyrðu, þetta byrjar ekki illa. Nei, þetta byrjar bara eins og síðasta leikur. Gíja hefur komið mjög vel inn í þetta hérna með frábæra sendingu á Emmu, hún er komin alveg inn í gegn. Hvað gerir hún? Kemur hún fyrir og þarna er Sigdís og hún skorar! Hún skorar! 2-0. Sigdís gerir just í elfuna, kemur eftir að þú myndir skjóta úr þessu sko. Já. Myndið þú gera það? Ég myndi alltaf skjóta úr þessu sko. Svo verður ykkur mættur að fjara að taka frákastið og 3-0, allir glæðir. Myndir setja hann á nær? Nei, ég myndi enda skjóta nær, á fjärstengina sko. Eða bara nær, upp í skeitin. Guðmur kóður! Heyrðu, það er 3-0! Vá, ég fengi skilabóðum að Birta sé nú bara helviti góð í fótbolta og geðveik sending. Frábær sending. Beint á Dagný, svo kemur hún fyrir og Hafdís bara guðmur góð. Frá leik Fjölnis og Víkings sem var síðustu helgi. Þar sem að Víkingar unnu stór sigur 10-0 og hérna Fjölnir mitt segði það er fram núna í gær og Káringarnir hafa verið að standa vel í liðum, þannig að þetta verður skemmtilegur leikur í dag. Við erum aðeins smá tæknivandræði með það ánum byrjum, en ég held að þetta sé bara svona að detta inn hjá okkur núna hvað á hverju. Þannig að þetta er nákvæmlega 5 mínútur eftir að komast til lofti með leikinn. Þannig að við sjáum bara til smástund.
Vá, Já. þetta hljómaði svo prófa hvað hjá okkur. Já, Þetta er ekki? það var akkurat. Herra, leikurinn er bara akkurat við það að þetta í gang núna og Já. við erum hrika lánaði með það en þess að hér er leikur Víkings og KR að byrja eftir, hvað segja, 3 mínútur? Já. 2 mínútur. Eitthvað svoleiðis. Við fengum byrjunliðin send fyrir í dag en sögum Anna þá náðum við ekki að koma þeim í grafík. Þetta er alltaf að koma hjá okkur. Þetta verður ekki verra með snillileikja. Nei. Herru, ég skal byrja að því að rúlla hérna yfir byrjunarlið gestana. Endilega. Það er liðið KR í markinu þar, Bergljót, Júlíana. Svo koma þær Laufey Steinunn, Sæjun Helgadóttir, Karitas Ingvadóttir, Anna Mestovits, Íris Gretarsdóttir sem er fyrirliði, Koldís Marja, Tinna Dögg, Ólöf Freyja, Fanney Rún og Kristín Anna. Sjáum hérna fyrirliðina með dómaraleiksins. Já, þjálfari þeirra í dag er mitt nýráðinn þjálfari, hann skráður þetta Pálmera Pálmarsson en Já. það er ekki rétt. En hann er nú samt þarna líka. Hann er með þeim, þetta er nú úrvalslið KR-inga hérna á bæknum. Akkurat, Pálmur Örn, Gunnar Einars, Jamie Brassington, Theodor Elmar. Þetta er smá. Það er smá þyngd í þessu. Já. Heyrðu, lið Víkings hérna í dag er þannig skipað að í markinu er Hugrún Líf, svo koma þær Erna Guðrún, Emma Steinsen, Gíja Valgerður, Dagný Rún, Birta Birgis, Selma Dögg fyrirliði, Svanhildur Ylva, Tara Jóns, Hafdís Bára og Freyja Stefansdóttir. Við rennum við bekkinn bara eftir þetta komið að stað. Já, Þeir erum að fá fólki byrja að koma í hús. Það er aftur bara frábær mæting á að leika á sunnudegi klukkan 6:30 upp í Egilshöll. Mjög gott. Og Gunnar Magnús er kominn. Og nú bara fer leikurinn að detta í gang. Og Já. þá ætlum ég bara að vera tilbúin að leika klukkunni. Gunni, þú ert tilbúin á klukkunni? Býðum henni spennt. Já. Og Selma er fyrirliði á okkur í dag sem fyrir. Já, KR hefur þennan leik. Við erum komin að stað. Nú er bara spurning. Það er voru báðar Gretarstætur í liðinu. Ég vil bara fá að tjekka það hérna strax. Já, pressa hérna hjá Víkingum strax í byrjun. Já, vel gert Dagný. Vinna þennan. Já, vel varist hérna hjá KR. Boltanum lúðrað út af glöggir áhald að sjá. Það vantar svona 3 leikmenn sem við þekkjum úr síðustu leikjum líka. Sigdísi, Berdís og Köllu. Já. Það eru vantilatnar í Portugal. Það hlýja sér. Það hlýja sér og búin að fá einhyrningin hennar Nadíu kannski lánaðan til þess að slaka á sundlauginni. Ef ég þekki það rétt. En KR einhvern veginn er að færa sér upp völlinn. Það er ungt lið á KR en það eru þær að byggja sig upp eftir, hvað segja? Ég segja smá þrótt síðustu 2 árin. Já, það er ekki gengið Nei. vel hjá þeim. Það er vel greipið. Gripið inn í Hugrúnu. Já, hún er spilað hérna í fjarveru Köllu. Hún er fædd 2009. Já, hún er fædd er þetta hennar fyrsti leikur í meistaraflokki? Það held ég. Ég held það. Frábært þegar maður mun að taka myndaðan eftir leikinn. Já. Og Erna, hún þekkir þetta, svona það bara koma boltanum yfir á hinn helminginn. Hafdís letur þetta hérna uppi. Og það býðir ránstöðu en, jú, Það er flaggað. það er flaggað, það var ekki flaggað í hálfastöng. Það er bara flaggað alla leið. Akkurat. Nú Nú höfum við komið þetta er að nýtt gras. Ég myndist ef ekki spila á svona góðu grasi í Egilshöllinni. Nei, ég skilst þetta sé bara, Eitthvað 50 kynslóðar kjaftaði. það er eitthvað svoleiðis. Það lúkar mjög vel. Já, það töluðum líka bara að það verið fínt að spila hérna. Það hefur mikra á svona, það er gott. Gíja kemur hann upp á Selmu sem er að snúa, jú, vel gert. Flottur Við snúningur. erum möguleika þarna Dagný komin hérna upp vinstra megin. og gerir Dagný, það er nú komið svo fyrir. Nei, það er nú vinur hótspinnu. Já, Við vorum hérna að lýsa leik Víkings og Fjölnis núna helginni á 5. daginn í Sverrir. Já. Þú varst einmitt ekki á landinu, varst í fríi, Já. sannlega. handboltafrí. Þá fengu Fjölnis, menn ég heldur að fengi 20 pluss hot. Já, ok. Það var alveg ótrúlegt. Þannig að nú skulum við sjá hvort að við getum náð hotninu hérna. Tara skokkarinn í hotni. Sjáum það ekki hérna, það Nei. er súla fyrir, en Þetta er byggt eins og breskur fótboltavöllur frá Já. 1924. allstað súlur. En við sjáum boltan koma inn í það, nú mikilvægast öllu. Nú kemur hann inn í, og býtu hann, Hafdís bara alein. Og hver? Þarna Þetta er mark. Mark
Já. Ég er ekki frá að það er Birta sem hefði skorað þetta mark. Ég er tilbúin að leggja til peninga til Birta. Bjarki spyr bekkinn, vill vera viss, en ég segi Birta og það var Birta. Frábær byrjun á leiknum. Við höfum byrjað þessa leiki ótrúlega vel þessa síðustu 2. Núna það er 3. leikin í röð í Reykjavíkurmótinu sem við bara skorum eftir nokkrar mínútur með geggjað. Það var bara 3. mínútu eða markamínútan okkar, nýja. Selma er, ég segi alltaf hver hún er óþolandi að spila mótinni. Geggjuð. Já, byrjum við búin eitt. Það er pressa framalega Kári, það var að taka greinlega miðverðin út úr spilinu. Þannig er aðgangsvært býtum við. Selma í smá vandræðum hérna, en Já, við náum boltanum aftur. Birta sendingu út í horn. Sendingu, Freyja kemur hérna á sprettinum. Það eru 3 inni núna. Nú væri gaman að sé Háttuspori skora, hann er ekki búinn að skora sín síðasta leik. Já. Heyrðu, þetta er sirkusmark! Já! Góðan og blessaðan daginn! Það var Selma sem skoraði ekki? Heldur betur. Þetta var, svo fólk að tala um þetta handboltalandsliðsmark sem var daginn. Já, mitt. Þetta var alvöru sending frá Háttegisbárum aðeins. Já, mjög vel gert. Frábær sending, hvað gaf upp í hornið? Var það ekki? Það var Birta sem sendi á Freyju upp í hornið. Já, hún leikur hún inn í, Hafdís með smá touch og Selma klárar. Glæsilega gert, 2-0 fyrir Víking. Já. Og ekki konar 5 mínútur á klukkuna. Og við höfum nú svo sem, við vissum svo sem fyrirfram að það yrði eitthvað getumunur á liðunum. En hérna, við vorum að lýsa leikum út í Fjölnir daginn, þar sem við höfum 10-0, en við löpum til þjálfarsetti leikir og hrósuðum fyrir frábæra frammistu. Virkilega gaman að sjá Fjölnisliðið. Þessi lið sem eru í uppbyggingafasa eru að reyna að spila fótbolta vel, það er geðveikt að horfa á þetta sko. Það er að gera þetta vel hérna, Káringarnir erum Birta, letur ekki plata sig. Káur var hérna innkast. Komur niður en, já, snýr á Birtu þarna, en Birta tekið niður en leikurinn lætur halda áfram. Selma Dani kom þessu fyrir Hafdís Bára, ekki búinn að skora síðan í síðasta leik. Komið tíma á mark frá Hafdísi, en nei, hann er ekki alltaf leið. Hún markaðist með 5 mörk í riðlinum held ég, alveg örugglega. Já. Og heldur við eigum 3 markaðistu dömunar í riðlinum, ég er nokkuð viss um það. 2. Já, það er ágætt. Þessi, sem ég hef sagt hérna áður með þessa leiki, þetta er ótrúlegt að setja labba bara inn í Egilshöllina frýtt og horfa á þetta og eða kveikja YouTube og horfa á þetta. Ég hef kemur pizzasendilinn minn með pizzuna minna, takk fyrir það skan. Ég veit ekki hvert að setja í. Ég kom ekki með þetta að drekka. Já, Ingarsson Svanhildur tekur og Hafdís Bára með boltan á tvöru og segja til skottu. Láttu vaða, heyrðu, sæll! Þetta var sláinn. Heyrðu, við þurfum að henda þessu í varsjána. Þetta er inn á stóru. Já, það er ekki hægt. Ég held að eðlisfræðin segja að það sé ekki hægt annað en að þetta hafi verið mark. Ég er sammálað þarna, við þurfum eiginlega að eiga hérna eins og betur við með upptöku í 4K þessu. Já, þetta, svona skot eiga bara að vera mörk, þetta var geggja skot í töru. Já, frábært að sjá hana. Emma með góða fyrirgjöfuna á Selmu, hvað gerir Selma? Selma skorar. 3-0. Selma kom með 2. Selma ætlar hann að ná í þrennunni fyrir tíminn? Ég held það. Fyrst skoraði Selma. Nei, Birta skoraði fyrst, nei ekki. Selma. Geggjað. Og
Víkingarnir ætla ekkert að, það er ekkert ókipis í dag eins og fyrir í daginn hjá okkar stelpum. Það var gott feikinn í þessu haldi. Kastar hérna inn á Selmu. Og Selma er Bara on fire eins og lagið segir. heldur betur. Þannig að John að senda inn einhverja leiðbeiningar en þarna var stungan. Það var gott leiðbarni á Selmu. Já, hérna koma káringar. En nú er spurning hvað gerist. Ekki sé sókfræði með það. Þetta er ágætlega gert hjá henni þarna. En sendingin er við. Heyrðu, það er pickvort dagsins. Og er hún að fara að borga Kötlu eitthvað stefgjöld fyrir þetta eða eitthvað þannig? Nei, þetta er ókipis sko. Já, þetta fylgir með á æfingum og svona. Já. Ok. Gaman að sjá líka loksins markmann Víkings gera þetta ekki á 80. okkar mínútu. Svo ég segi það nú bara hreint út. Hvað gerir Emma hérna? Nú sé Freyja nær boltanum vel gert þarna. Kemur hún upp í hornið á Hafdísabári sem gerir hvað? Nei. Það er vel gert hjá Vernamanni Káar hana. Já, Hafdís nær hann aftur. Heyrðu, hún kemur hún fyrir á Selmu? Nei. Þetta var föðurlegt öskur þarna. Já. Þarna var öskrað Emma og ég held óskast að ég heiti ekki Emma á þessar stundu. Hún átti að vera mætt þarna grunnilega eitthvað svæði. Já, Djón vildi fá hana fram á hérna til að stoppa þetta. En það er búið að vera alveg ótrúlega gaman að horfa á þessa leiki á undirbúningstímabilinu Bergi. Við erum búin að horfa á alveg ótrúlega vel skipulagt og drilla lið. Já, vel gert við hörum. Já, þetta er skemmtilega gert. Og það er alveg sama hvað að breyta mikið til í liðinu, það er alltaf sama. Já, allt á fullu sko. Hafdís má ekki margnum barna, en jú, hún máði margnum heldur betur. Það er hún Freyja, kemur hún upp inn að hægra megin. Vinna miðina. Já, vinnur hann fyrir töru þarna vel gert. Það kemur Svanhildur. Dagný fær rétt fettar á vinstri kantinum. Svanhildur er eskufljót, vel gert. Fyrir hægri. Töru. En þar að vissi ekki hérna maður, jú, vel gert, kemur út Emmu, nú er Emma komið inn á fyrirgjöf. Dagný er þetta fjær. En boltinn er ekki allir niður yfir. Það var langur bolti fram hjá KR. Hérna gerir þetta vel hérna yfir vöguð. Finnur Hugrúnu í markinu. Allar áleg. Vá, Gía. Það mátti yngur muna. Það var ekkert stress þarna, hún vissi nákvæmlega hvað hún var að gera sýndum mér en þetta var ansið tæft. Emma inn á miðina, hérna Töru. Tilbaka. Það er akkurat þessa færslu sem er búin að vera rosalega effortless núna í þessum leikjum sko. Yndislegt að sjá þetta. Freyja gerir þetta alveg frábærlega þarna, hún lappar fram hjá þeim. En hún er alin og Dagný fyrir, langar leikur að garga á Freyju. Hún fyrir fram hjá einum. Það var Dagný alveg gargandi laus á fjárstönginu. Og það er kannski mátt garga. Hvað var einhvern, nú er það 4-4. Fiskir sérna á þessari stöðu í dag. Ágætlega gert þarna hjá KR en Svanhildur er ekki að spila sem fyrsta leik fyrir meistaraflokk í dag. Gerir þetta vel. Það var ekki valið svona mestar framfærir þannig í fyrra. Nei. Er ekki Svanhildur alveg bara með sjátt þar? Hún var bara frábær í vinstri-bakverðinum í fyrra. Ný staða hjá henni. Já, einmitt. Já, hún var alveg frábær, algjörlega. Svo er þetta alltaf að ræða allar þessar stelpur en þannig er Erna og lítur upp, finnur Hafdísi sem er náttúrulega fáránlega sterk og vel gert. Fáránlega góð sending. Hvað gerir Dagný? Nei, hún að finna einhvern inn í teiknum. Ég ætla hann bara að sjá að gera þetta og hún gerir það en fáránlega vel varið. Já, vel varið þarna hjá KR. Gefum henni, það var mjög vel gert. Ef pressan heldur áfram. Já. Og dæmdi aukaspyrna þarna. Ég veit að það er hljómar fárlega að segja en það eru 12 mínútur liðnar á leiknum. Mér líður þetta sé búið í gangi í hálftíma. Ég horfði til dæmis á handboltaleikum daginn sem var ekki skorað þetta í fyrstu 8 mínúturnar. Já, þetta er búið að vera fárlega gott hérna. Sjá hvað Svanhildur gerir.
Fórbolt inn í Dagný skallar hann yfir en nei, við náum ekki til hans. Já, K.R. ætla að spilna þessum langt fram. Markmaðurinn reykur alla fram og lúðrar þessu hérna. Emma í kapplöpi hérna, sendur tilbaka á hörnu. Já, losa sér boltan hérna, vel gert. Og Emma með boltan hérna aftur tilbaka á Ernu sem að losar hann hérna yfir á Svaldi. Já, flott sending hérna en K.R. vakandi. Það kemur Emma. Sér Selmu hérna úti vinstra megin. Sendir hann fyrir. Nei, þessi var hún nálægt markmannum. Þetta var auðvelt. Selma vinnur hérna boltan. Keyrir inn. Og Tara, hvað er bara skotið? Já. Annað sláarskot hjá Töru hérna. Já. Það hefði verið gaman að sjá annað af þessum skotum hennar fara inn. Ég nokkuð viss þau eftir að koma inn á eftir. Já. Hún rétt að stilla miða það. Hvetjum hennar til þess að halda áfram að skjóta. Já. Já. Við vinnum þennan bolta. Tara yfir á Freyju. Og Víkingur fær hérna innkast. Sem að Emma kemur og tekur. Það kemur að. Já, rétt mjög nægt. Hún var að hugsa það. Já, hún langaði. Dagný komið hérna vinstra megin. Og Svandur. Það kemur Erna. Og Birta. Já, vel spilað hérna. Svandur. Og Dagný. Það mjög vel spilið það. Já. Dagný hérna komin inn. Sendi þennan fyrir en K.R. vörnin stendur þetta á sér. Já. Innkast sem K.R. á. Ég nokkuð viss að þetta hef ekki verið þægilegt. Stelpan í K.R. hérna 22 ætlaði að stoppa boltan og taka hann upp, steig á hann og misteig sig. Þetta er ekki þægilegt. Nei, það fá aðra tilhörn hérna með yngastið. Þetta er ekki rétt munið hjá mér að númer 13 hjá K.R. var að spila bara fyrir 2 árum í Víkinum. Koldís Emilsdóttir. Já, það getur verið. Þú er betra minni en ég. Já. Það kemur Freyja. Komst ekki fram hjá K.R. verðinu þarna. Það er svona smá jafnvægi að myndast í leiknum. Já, ég held að K.R. hafi skipt svolítið kerfi núna. Hérna vinnur Dagný boltan. Já, kemur Freyja flugkýrnum og Hafdís aleininni og svo bæ. Já! 4-0.
gert þarna hjá Freyju og Hafdísi. Hafdís ætlar bara að halda áfram að skora. Já, takk fyrir það, Baldís. Ég fekk að skilast inn í eina pítsusnið. Já. Mjög fagmannlega gert. Það var bara mark á meðan. Það var bara mark á meðan og Gunnar Magnús steig inn í og tók hérna 2 fyrir 1. Já, stóð hann sér vel, eða? Já. Og svo hljópa hann í vallaþulinn líka. Já, hann náði líka að beita andlegu ofbeldi þegar hann tók myndir af með pítsuna í mununum. Það er svolítið líkt Gunnar Magnúsi. En já, það er ekkert að segja annað en að þessi leikur fari fárlega vel að stað. Ég hitti einn kom að Víking á kantinum og spurði, er staðan í alvörunni 3-0? Og ég segi, já, hún er í alvörunni. Já, það er ekki biluð vallaklöka. Nei, og Selma, hún er ekki inni skonum sem ég dreymdi, hún hafi... Nei, þurfum að ræða það sérstaklega eftir leikina, hvað það var. Dagný kemur hún fyrir, en hann fyrir yfir allir bakkan þarna. En Tara er búin að vera frábær í dag. Já. Og ná skilið að skora. Þetta gera það rosalega vel, þetta er... Selma út af Freyju. Freyja tekur hún þetta með sér. Býtu, ætla að stinga hún að Hafdísi munið engu. Skemmtileg pæling. Já, það er ekkert verið að taka bensín gjöfun eitthvað niður hérna. Það er bara hvað sem að fulla fer áfram. Já. Ég minna á þessi lið mættust með í síðasta sumar í Mjólkurbyggarnum. Æ, Hafdís bara komin að þeim boltan frá Dagníu. Sjóttu bara. Nei, hún gefur hann að Dagníu en framhjá nær. Og sá leikur fór hann ekki í framleikingu, sá leikur? Í Móti KR. Já, það. Þær voru yfir í hálfleik, man ég. Það voru mjög góðar. Já, við þurfum að rifja það kannski upp og eftir. Kíkjum á það í hálfleik. En sjáum hvað Bergrátt gerir hér. Sparka frá markinu. Birta skallar hann. Selma á Dagníu og Selma aftur. Tvöru. Og Tara út hægra megin. Þar eru Emma og Freyja. Freyja tekur við boltanum. Köttar hérna inn. Já, Birta næstíð búin að ná þessum, en KR stelpurnar sterkar þarna. Erna inn á miðuna hérna á Töru, hún tilbaka á Svanhildi. Og Birta. Já, leysa þetta hérna, Selma. Dæmt hérna aukaspyrna, bakrending. Vel gert. Kemur Emma. Á Töru. Flott flæði á boltanum núna. Freyja aftur á... Heyrðu! Nei, heyrðu, Selma ætlar ekki að klára þetta. Nei. Þetta var ótrúlegt, en ekki fór þessi inn. Staðan ennþá 4-0. KR að byggja hérna upp. Sókn. Vinna hérna boltan og senda þennan inn fyrir. Já, Hugrún tekur enga sénsa þarna. Setur þennan bara í innkast. Sjáum hvað þær gera hérna út þessu, KR-stelpur. Já. Komur hérna í ágætis færi skot, en vel varið þarna á Hugrúnu, vel gert. Já, það er ekki verra að byrja ferilinn sinna því að koma örugg út úr fyrstu 25 mínútunum. Standa sig bara mjög vel. Já, setja þennan bara fram og Freyja er alltaf komin hún er fann að stað, maður. Þetta er ósangjant.
En Kári getur gerð það vel hann verður að loka vel á hana. Já, en Freyja með boltan hérna út á, svona ekki hver áttu þessi sendingu. Jú, Hátið Bára. Birta, Selma, ótrúlega hún ekki skora þrennuna að náðan. Hátís með dundur fyrirgjöf á Freyja. En einmitt, Freyja, tölum hana, hún ástæðum með mest þess að fara í framleggingu í fyrra. Já. Er að því að leikurinn var jafn þannig til á 61. mínútu þegar hún kom inn og skoraði 2 mörk á bara 3 mínútum sem voru alveg eins. Já, alveg. Það hárbolti og... Einmitt, það var svona svipuð færið þarna. Já, réðst á hann með skalla. Já. Þannig að, og svo skoraði Hulda úr hotni mestu beint. Alveg. En það var gefið sem sjálfsmark. Já, það er náttúrulega Ég er hann þegar sálfræðin geta því. glata, sko. En þetta er svona aðeins að jafnast leikurinn. Já. Ekki gefa þeim það og komast inn í góða sóknin áðan. Bæði liðið búin að senda alla varamennina að hita upp. Já, þetta móti náttúrulega nota mjög mikið til þess að leyfa bæði þjálfurum og leikmönnum að prófa sig. Já. Já, ég hef heyrt nokkra gagnrýna það samt að hérna, Já, þú verður að vera skráður í liðið. já, þau liðið sem eru Já. að prófa nýja leikmann geta Já. ekki prófað þá í Og jafnvel líka alvöru þú ert búin að fá nýja leikmenn eins og Víkingar strákarliðið er búin að fá 3-4 nýja leikmenn sem með ekki spila fyrir í februar. Já. Það er alveg rétt. Glatað. Það er klatað. Freyja setur í fluggýrin. Hefðu, já, hún á í þessum, hann er ekki farin út af, vel gert. Tara frábær, hún er búin að vera frábær í dag. Sjáum hvað Freyja gerir hérna. Það eru 3 mót 2 í. Þarna var yfirtalinn í en bakvörðurinn skilaði sér á endanum. Emma Þá sendur hann kemur hérna fyrir. fylgjurinn. Þetta gripið. Það var einmitt hérna að má segja frá því að hér á varamannabæknum er einmitt Halla Elísabet Viktorsdóttir Viktors Víkings. Já. Jeps. Þannig að þeir eiga þarna gömlu félagarnir og Víking samtals 3 börn í leiðin í dag á skýrslunni. Það gera Kári þetta ágætlega. Hún kemst í gott skotfæri og heyrðu, þú erum verið þetta vel. 2 góða markmannslu komna núna. Já, búin að standa sér vel. Það er ekkert að segja að reyni ekki á hana þetta, það er heldur betur þannig. En númer hvað er hún? Er hún númer 12 eða? Hún er númer 1 á skýrslunni. Já. Þarna missir Emma boltan yfir sig. Það er Tara vinnur hann. Erna hérna í hægri bakvarastöðunni núna. Já, sendur þennan út af. Káringkast. og 7 mínútur komnar á klukkuna núna. Rúmlega helminga búin af hálfleiknum. Og við skorum með 5 mörk á móti Fjölni í síðasta leik, í fyrri hálfleik. Já. Það ekki rétt í mér? Minnir það? Já. Svo svona tókum við svona heldur betur fótinn af bensingjöfunni þegar það voru svona 70 mínútur búinir af þeim leik. Já. Lítur út í dag eins og okkur langi ekki að gera það, en Káringna spilir er aðeins þetta núna. Já, það er bara miklu betur. Missir þetta fannst boltan á höppinn. Svanaldur. Já, ekkert Það geðið eru eftir. aðgangsarar hérna. Já. Ætlar sér að búa til eitthvað færi úr þessari sókn. Ágætis fyrirgjöf. Þetta vantaði bara Káring. Þarna vantaði bara einhvern á fjær að... Þetta er John að öskra, Emma! Svæði og hérna... Þetta er svona bolti sem að Lindalíf hefði þýlað að fá inn í. Já. Hvað gerir Erna hérna? Kemur boltanum á Emmu. Og þetta er brotið Hallsbáru. Hún fyrir niður þá er oftast eitthvað á bakveða. Já. Ég vil ekki segja það. Dagný nú bara alein hérna út á velli. Já. Bara í aðra við eitthvað einelti hérna. Bara skilin alveg út undan. Það er nú gaman að við getum náða að svissi yfir hérna hratt. Flássi sem hún er með hérna. Heldur betur. Býtum við. Dómarinn biður um... Já. Var þetta aukaspyrna? Aukaspyrna. Ok. Já, það er rétt. Þetta var brot.
Það er að færa boltan hérna yfir í áttuna Dagný núna sem að tekur hlaupið. Hún er sennilega rángstæð þarna. Já, það er flaggað. Djúvill maður hann góður í þessu maður. Akkur hafa línuverði, segi ég, til hvers? Við kallum þetta hér. Já, og við ráðum líka, við erum með samband beintið dómarinn eins og vanlega og það hefur gengið rosa vel undanfærin ára, bara bæði kalla hvernig megin. Já. Þú veist, þetta var ekki brot á Oliver Ekroth og dómarinn segi, ok. Heiðu, úps, svolítið þungsending hérna. Já, það gerist þessi, það er ná að halda honum inn á. Já. Markmaðurinn reynsar þetta, en hver kemur hér? Birta, mistan svolítið langt frá sér hérna. Þetta góð hugmynd en sendingin, jú, hún endar á Káring, heldur betur. Já, skemmtilegt. Og kappleip hérna. Það eru að tegja þess að vellinu, en Gía er eldri en 2 vetur, kemur hún á Ernu reyndar. Káring komast á milli, en Erna mætir. Káur heldur boltanum þá. Selma nær þessu, menn búið að flagga þarna rángstæðu. Réttilega. Það er kannski svo ég segi nú bara, þetta er náttúrulega, þú ert fædd 2008 eða 2009 að spila. Já. Þarna vantar markmann sem kannski mér að láta vita meira. Já. Og þarna er bara mjög öll raflunum tilbaka markmann einu svo þarna og en þetta er náttúrulega bara fyrsti leikur og hún standa sig alveg frábærlega. Algjörlega. Kemur þetta boltan út á Emmu. Og Tara hlýtur að vera hundfúlar ekki búin að skora það í leiknum. Hún er með XG upp á 1, eitthvað held ég en þá. 1,3. Já, Freyja hlýtur að vera alveg meiri áttur að vera bakur, vera bakka móti henni. Nei, hún kemst fram hjá henni. Boltin fyrir, Káringar koma boltana frá. Við ætlum þetta sé bara svona skaðamingunar ákvörðun. Þú veist, þú bara svona, ég ætla bara, hún fer fram með hvort þið er. Ég ætla bara að leifa henni það og reyna allt hana. Ætla að sé eitthvað svoleiðis. Ég var tók einu svona línu. Það sem vantaði í leik með öðrum flokki. Var það ekki meira þetta? Það var geðveikt að hlaupa með henni. Ég þurfti að skipta í hálfleik. Þú varst samt langt á eftir, væntanlega. Já. Bolti kemur inn á teginn og Káringar í brasi að koma burtu. Já. Það var hann í baráttunni. Og neðið var tilbaka, vel gert þar að hana. Markmaður gáði með boltan hérna í róleitum. Og við stillum upp í okkar ágætu vörn. Já, hver fær þannan? Selma og Svanhildur. Upp í hóttum Dagný sem kemur hérna inn. Já, vel spilað. Já, upp í hótnið og Dagný kemur aftur inn. Birtu, hvað gerir Birta með boltan núna? Og byrjum aftur. Og gaman að segja frá því að drottningin úr sumarfríinu sínu, Nadia, er komin á bekkinn í dag. Hún er einmitt, situr á bekknum. Er hún ekki með einhyrningi með sig bara? Á einhyrningnum. Æja, nú verðum við að lamin eftir leikinn. Það er bara hlutis. Já, vel spilað þarna Emmu. Og hún sé Freyja þarna, komin að stað, vel gert. Nú verða 3 í tegnum. Koma þessum fyrir, beint á Hafdís, lætur að fara og Dagný. Og þetta með skotið þarna. Vel spilað. Já, mjög. Vörnin er ansi opin hjá Káringunum, þannig að það sé bara 3 í öftustu þegar að fá sókn á sig, sko. Bakverðir eru komin í eitthvað missjón hann. Já, það eru held ég með stilt í 4-3-3. Já. Birta, vel gert þarna. Það er boltan aftur frá Selmu. Takka í sig eitthvað en vonandi í lagi með hana. Góð sending þarna en náðu ekki allir leið. Gía Svanhildur gerir þetta vel farið gæst. Gía er svona bara verið í þessum Víkingsbúning síðustu 20 árin. Já. Það er bara fyrir henni vel. Gaman að sjá hana komin í hópinn. Ég held að boltinn hafi farið inn í búningsklefa. Já, Bensi, hann er örugglega tekið hann. Þetta er okkar bolti. Þetta er, já, hann er enda niður í, já, Svanhildur fann hann. Kemur hérna á Birtu sem kemur hann yfir á Emmu og Ernu. Emma er frá, þetta var góð hugmynd hann.
Ég ætla bara að senda skilaboð á bekkinn og biðja að Dagný fái kannski sendingar hérna á kantinn. Hún er bara galopin. Ágætlega gert þannig á KR. Sjá að Svanhildur bara pressar rosalega þarna. Þetta missar. Langt úr stöðu. Þannig að missa KR boltan á erfiðum staðinn. Ná maður ekki nýta okkur þetta. Tara tekur þetta vel niður hérna fyrir Freyju. Já, og að reyna að snúa hratt. Birta heyrir vel í okkur. Já. Kemur boltanum beint á Dagníu. Sem að lappar fram hjá varnarmanni KR. Hún er að koma þessu fyrir. Hún fer alla leið upp á hornið, býtu. Já, ég er nú ekki sérfræðingur í línu vörslu en ef þessi að farin þá heiti ég Jósafat. Já. Og ég heiti Hörður sko. Já, einmitt. Þannig að þetta var ekki farið held ég. Já, ég sá þetta ekki nú vel en treysti Jósafat fyrir þessu. Fáum kannski Gunnar Magnús til að koma og skoða þetta. Þeir eru með reynslu í þessu Arsenal-mennirnir að sjá hvað boltinn fyrir út af. Eða ekki. Það er kapphlaup hérna sem að Svanhildur vinnur. Kemur þessum upp í hornið en þar er enginn að taka á móti. Leikurinn er aðeins dottið niður núna síðustu 5 mínúturnar. Við verðum með fína pressu en við höfum ekki náð að skapa okkur neitt svona kannski stórkostlegt færi. Nei, einmitt. Sjáum hvort að við náum ekki að bæta við marki fyrir hálfleik. Það eru 10 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Staðan er 4-0. Það var bolti í hönd en áfram með leikinn, sveitámarinn. Birta kemur nú vel yfir hérna, býtir pláss fyrir Emmu til að fara fram í völlin. Sér hún Selmu þarna á milli, já hún sér hana. Ó, þetta var góð hugmynd. Já, en Dagný nær þessum heldur ekki. Þarna vantaði bara Bergdís til að taka hana á öxlina með sér. Já, einmitt. Eða bakið. Taka hana á rassinn með sér inn. Já, ég var meiri því. Nei, Þetta rassinn, jú, ég var alltaf á raskatinu. Sjáum hérna, við erum ekki að pressa ekki að harkalega og gerðum fyrstu 25-30 mínútur en þarna heldur betur virkaði pressan. Freyja komst að þenni sendinguna. Erna kemur vel að móti þessu. Þetta var falleg snerting hérna. Tara með geggjaða sendingu hérna yfir á Dagníu. Svona sóknir eiga skilið enda með marki. Það er bara þannig. Býður eftir Svanhildi. Þetta er fagmannlega gert hérna. Og svo bara hamritinn. Jæja. Það er fallið sóknar uppbygging. Já, en nú koma KR-stelpur á fleyferð. Já, þetta er erfitt að senda boltan þarna yfir. Við erum með það snögga bæði miðverð og bakverði. Það er ekki auðvitað að stinga þær af. Þó sendingarnir séu góðar sko. Þessi bolti endaði í KR og það er Víkingur sem á innkastið. Emma kastar hérna á Ernu. Vel list hérna. Róleg og yfirveðuglæsilegt. Mikil pressi á KR núna. Emma kemur þessum bolta hérna Hafdísi. Þarna er þessu Hafdísi að taka, en hún gerir þetta frábærlega. Kemur hún boltan á vinstri kantinn. Já, hún vil sjá overlapp hérna frá Svanhildi, en nei. Nei, hún er á leiðinni. Hafdís Bára kemur upp kantinn hérna. Það eru 2 inn í, 3 inn í. Og nú ímyngar boltin færði til Selmu þarna. Átta mínútur eftir að fyrir hálfleik. Vel gert Ernu þarna. Finnur Selmu sem missir enda boltan frá sér. Það voru 2 inn í þarna. Káin ekki að fá tækifæri til að byggja upp sókn. En Svanhildur ætlar að segja heldur betur ekki. Opinn hérna. Ríkilega vel lesið hérna hjá Svanhildi. Hún fekk eitthvað skilabúðum þetta í fyrradag sýnt mér. Alveg með þetta hraunu. Þetta er vel spilið á Káir hérna. En jú, títnefnd Svanhildur mætt. Og við eigum ekki þetta engast, nei. Nei, það er Káir. Og Svanhildur að drífa sér tilbaka. Þannig, Gíja var alveg með þetta. Beint upp á Hafdísi Báru sem er náttúrulega
nautsterk. Hún er nautsterk Já. og langmarkaðast í þessu móti, Já. í þessum riðli. Komið með 6 mörk í 3 leikjum. Það er ágætis tölfræði. Finnum hérna Töru vel gert og Tara stígur ekki feilspor frekar fyrir daginn. Frábærlega gert. Freyja dansar hérna þessum boltan og lætur Emmu um að núna. Nú á komið boltan inn í Hafdís bara vel gert. Býti plássan fyrir Dagníu. Dagný nær hún að koma boltanum á Hafdís Báru. Já, og það er mark. Nei! Ég var búinn að tilkynna þetta því miður. Ég byrst afsökunar, þetta var ekki mark. Það var búið að flagga líka rangstöðu. Þetta er samt talið, þetta er mark held ég sko. Ég var tilbúinn að ýta á hérna bomb á takkan, já. En þú veist, frábærlega spilað. Já. Ég veit samt ekki alveg hvernig, var það Dagný rángstæða? Já, þetta er eiginlega hafa verið Dagný. Ekki var það Hafdís bara. Nei. Já, vel. Hérna var blindsending og Káringarnir. Þetta mátti ekki miklu muna að hún kemast inn í sendinguna. Nú sett pressa á hörunni í markinu. Já, það skiptir engum máli. Hún bara leysir þetta mjög vel. Það verður gaman að sjá tölurnar úr vestinu eftir leikinn. Það er bara 30 í Hvíldarpúls þarna syns mér. Já. Ríkalega vel gert hjá Ernu þarna. Já, þarna skallaði saman. Þetta er ekki meiri áttar. Það þarf að stoppa leikinn. Stoppa leikinn, vel gert þetta bara. Þetta er óþolandi þegar svona gerist. Það er hart barist. Hún getið haldið á hann leik. Sýnst að vera Selma skall þarna saman við Írisi Gretastóttur, fyrirliða KR. Já, þið þekkja það í fjórustunni að vera fyrirliðar og miðverðir. Það hefur gerst áður. Já. Ja, frábært að geta báðar halda áfram. Það er klukkan slæði 40 og það eru 5 mínútur akkurat eftir núna. Fyrir hálfleik, góð sendingarna en Svanhildur er mætt. Finnur Birtu og Selma tekur með þessi frábælega gert. Nú er það 3-2. Já, hún er með Freyju hérna. Og Selma, heyrðu, þetta var classic. Ég kom með 2 mörk, ég ætla að skora 3. Þarna hefði hún fengið góða hárþurrkur frá mér. En áttu þetta alveg skilið. Hann langar í bolta líka. Já, það vilja allir eiga bolta på hillu. Hvað gera KR hér? Já, þetta er bara, það komast ekki gerum hennar múr. Og þessi múr heitir Erna. Birta með sendingu þetta bjóst hotni. Það bjóst Hafdís bara við því að Freyja væri komin. Freyja var farin á hengkantinn. Já, sem er Dagný komin hægra megin og Freyja hérna vinstra megin. Ég lesi hérna Freyju. Nærinn að pressa, nei. Góð pressa. Já, Svanhildur og Selma. Selma beðið þetta Dagníu en þetta er erfiður bolti. Tara tilbaka hérna á Emmu. Kemur Tara. Ég er ekki að segja Tara sem er 100% success rate í passing í dag sko. Já. Hérna gerir þetta frábælega. Vel gert hjá frænkonum hérna. Þarna hefði ekki mátt miklu með að vera 2 hérna inn í teiknum frá okkur. Birta er rólega og býður spök en jú, þarna komast KR aðeins í áleitlega stöðu. Þær eru 3, 4 mæta. Já, kom boltan út á hægri kantinn. Nú væri gaman að fá ekki á sig mark fyrir hálfleikinn. Og já, við vinnum boltan þarna. Nei, aukaspyrna dæmt. Selma fer eitthvað spark. Já, sjáum hvað að gera hérna úr þessari aukaspyrnu. Nú skjóta syns mér og þetta er mjög gott skot. Já, fínt skot, rétt fram hjá. Við þurfum að drífa í að henda ekkert margir nógu stórt í græðunar sko. Ég held að
Jæja, boltinn komin á stað aftur. Gía með sendingu Freyju, en hún gerir þetta mjög vel, kemur á móti boltanum. Þannig er hún að koma boltanum frá sér. Nei, hún bara tekur hann með sér, finnur Selmu. Getur Selma fundið Hafdísi inn í, komið okkur í 5-0. Nei, hún fyrir bara allavega sjálf. Þannig að klárið með skotið, nei. Kári að loka á þetta, vel gert. Já, kemur Dagný hérna hægra megin, en hún er rangstæð. Já, ég er líka alveg pínu gátt þar á þessu, en svona er nú fótboltinn. Hún fyrir okkur alveg að klárast hjá okkur. Það er örgulega ekki miklu bætt við, en að Erna með svona 20. Já, boltan. unnin hann í vörðinni. Já. Aðeins búin að detta niður í okkur hann á miðjunni, en jú, frábælega gert. Freyja vinnur boltan. Hún þarf bara að snúa hratt á þær og Hafdís bara biður hann á milli. Hún fær hann, frábælega gert. Hún er ekki rangstæð. Ekki búið að flagga hver inn í. Það skiptir ekki máli, hún ætlar að klára þetta sjálf held ég. Það er spilað hérna hjá Freyju og Hafdísi. Vel varið hjá markmanni KR. En Birta er sterk, vel gert þarna hjá Birtu. Káringurinn hjakkaðist vel í henni, en Birta er róleg líka. Ég er örugglega ekki verið svo rólegur ég fengi þetta í mig þarna. Nei. Hún er... Þú hefur verið æstur í marga daga. Ég er æstur bara hennar hönd bara núna. En hún er yfirveguð og róleg. Fögnum því. Smá hálóttabolt í henni núna. En Hvernig er þessum? Það er út af Inga sem káir á. Já. Við verðum bara að trúa þig, Bjarki minn. Þetta sást það ekki. Nei. Getum ekki rannsakað þetta í varinu. Því miður. Ég sá þetta mjög vel. Freyja vinnur boltan hérna vel, kemur nú Selmu. Nú fyrir leikurinn að fjara út í fyrirháleik og það er síðast síðan sem var að klára 5. markið. Svanhildur farin hérna úti. Sendur hérna. Þetta er góð! Þessi fer rétt framhjá. Það er hotspinna. Ég held að skilgreiningin á þarna mátti engum muna sé þetta. Við munum taka mynd af þessu og setja þetta í orðabókina. Já, þarna mátti ekki neinu muna eða eitthvað. Já. Fór boltinn alla leið gegnum alla pakkan og Dagný, hún bara hefur búist við að markmann allan á honum. Já, algjörlega. Tara skokkar inn í hornið, veifar til áhorfenda og gefur þeim góða kveðjur og fagnar. Kemur hann fyrir þetta frábælega gert hjá henni. Hafdís tippar hann fyrir og Birta. Nei! Þessi fór yfir. Þetta er svona martraðar færi djöfullin. Hún lokar augunum í kvöld, þá sér hún þetta færi fyrir sér sennilega. Það er vel gert þarna. Já, kona 45 á klukkuna og það verður nú örugglega ekki miklu bætt við. Ég held að það er hinn klassíska leyfi markmannum að sparka út og flautin svo af sem ég hef aldrei skilið sko. Til hvers? Ekki bara flautin það. Og við spáðum rétt fyrir. Við ætlum að taka okkur smá kaffipásu hérna í hálfleik og við komum aftur eftir það byrja 15 mínútur, ég hef aðeins fyrr og förum aðeins yfir liðin og svona eitthvað. Sjáumst þetta smá.
Hit á klúbbnum, Hit á klúbbnum, Hit á klúbbnum, það er hit á klúbbnum, hit á klúbbnum, það er hit á klúbbnum, hit á klúbbnum. Já, það er hiti á mér, bett gæl að dansa svo vel, þú reyfir þig vel. Já, það er hiti á mér, hún verður eitt þegar ég fer, mér líður svo vel. Hit á klúbbnum, ég er svo fær, hvernig ég læt, klúbburinn eitna þegar ég fer niður í bæ. Hún er svo fær, hvernig hún nær, í alla stráka þegar hún fer niður í bæ. Vill bara púla upp á klúbbnum, drekkur tequila beint á stúknum, vill bara púla upp á klúbbnum, held hún sé á einhverjum efnum. Hit á klúbbnum, það er hit á klúbbnum, hit á klúbbnum, það er hit á klúbbnum, hit á klúbbnum. Já, það er hiti á mér, bett gæl að dansa svo vel, þú reyfir þig vel. Já, það er hiti á mér, hún verður eitt þegar ég fer, mér líður svo vel. Hit á klúbbnum, það er hiti, það er hiti, það er hiti, það er hiti á klúbbnum, hiti, það er hiti, það er hiti, það er hit á klúbbnum, það er hit á klúbbnum, hit á klúbbnum, það er hit á klúbbnum, hit á klúbbnum. Já, það er hiti á mér, bett gæl að dansa svo vel, þú reyfir þig vel. Já, það er hiti á mér, hún verður eitt þegar ég fer, mér líður svo vel. Hit á klúbbnum. Hit á klúbbnum. And I always find, yeah, I always find something wrong. You've been putting up with my shit just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerk-offs that'll never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. You find pictures in my email. I sent this bitch a picture of my dick. I don't know what it is with females, but I'm not too good at that shit. See, I can have me a good girl and still be addicted to them hood rats. And I just blame everything on you. At least you know that's what I'm good at. And I always find, yeah, I always find, yeah, I always find something wrong. You've been putting up with my shit just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast.
a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerk-offs that'll never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. Run away from me, baby. Run away from me, baby. Run away. Then I'm about to get crazy. Just run away. Get the plan. Run away as fast as you can. Run away from me, baby. Run away from me, baby. Run away, then I'm about to get crazy. Why can't she just run away? Baby, I got a plan. Run away as fast as you can. 24/7, 365. Pussy stays on my mind. I did it. Alright, I admit it. Now pick your next move. You can leave or live with it. Ichabod Crane with that motherfucking top off. Split and go where? Back to wearing knockoffs. High, knock it off. Neiman, shop it off. Let's talk over my ties. Waitress, top it off. Hoes like vultures wanna fly in your Freddy loafers. You can't blame them. They ain't never seen Versace sofas. Every bag, every blouse, every bracelet comes with a price tag. Baby, face it. You should leave if you can't accept the basics. Plenty holes in a baller nigga matrix. Invisibly set, the Rolex is faceless. I'm just young, rich, and tasteless. P. Never was much of a romantic. I could never take the intimacy. And I know it did damage. Cause the look in your eyes is killing me. I guess you knew an advantage. Cause you could blame me for everything. And I don't know how I'ma manage if one day you just up and leave. And I always find something wrong. You've been putting up with my shit just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerk-offs that'll never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can.
Verið velkomin tilbaka í síðari hálfleikinn. Hann fer að hefast þetta hvað og hverju. Saman rándýrt þjálfarateimi KR-ingana. Já. Þarna einhver reynsla. Maður sá líka KR-stelpunnar spiluðu sig ágætlega inn í leikinn undir lok fyrir áleiks. Já. Heldur betur. En það breyting í hálfleiki okkar, ekki bara ein breyting? Ég sé ekki annað en það sé bara ein breyting. Halla að koma hérna inn í miðvörðin. Halla Hrund Ólafsdóttir. Já. Fyrir hana Gíu, mjög líklega ekki. Jú. Og svona vegið það. Gíja Valgerður. Sýnst það. KR eru að gera líka breytingu. Þau skiptum markmann. Skiptum markmann. Kemur markmaður sem ég sé ekki á skýrslunni. Jú, Helena Sörensdóttir að koma inn fyrir Bergljótu. Já. Og flott ég að Gunni hvernig þú sagði komum svo. Það var flott ég þér. Það var mjög gott. Já, breytum markmann. Herðu, sýnist líka Hafrún Mist vera komin inn og hjá KR, númer 9. Hún býður bara eftir að fá lifið til að byrja, spyrir markmanninn. Á, allir glaðir. Vá, þetta kom svona mómenti sem ég held að væri bara eitthvað að, en svona óttablandið þögn, en við byrjum strax á bombunum upp í hotnið á Dagnýju sem finnur Svanhildi. Hún er komin í teig. Þetta var góð vörn á KR-ingurum. Henda beint í hotspinnu. Þetta var ekki hraðasta hotspinna mótsins hingað til. Jú. Alltaf með tölfræðin alveg á hreinu hérna hjá Björki. Já, ok, það var líka breyting segir við með hérna. Já. KR gerði hérna 2 skiptingar. Markmaður sem að markmannskipti og svo var leikmaður nummer 5 sem fór út af og 9 kom inn. Laufey Steinum fyrir út af. Og Hafrún Mist. Bolti kemur fyrir en þarna var okkar besti írski þjálfari. Ég heiti bara eitt nei. Og hérna pressan mætt aftur seinna á leik. Og gaman svo hvort að KR-irnir verði betri í að koma sér út úr þessu. Á kappleip hérna sem að línan vinnur og það er innkast. Sjáum John hérna var að kalla einn skilaboð. Það skilur hann enginn þegar hann talar þessa geilísku sína. En ágætlega gert þarna en KR-irnir lásuðu þetta. Og það vinnur við boltan. Nær Freyja Pótía, nei. En Tari mætt. Já, og gerir þetta vel. Jæja. Nú þurfum við að ná smá ró í þetta. Já, ró með aðeins niðurtak. Einmitt, Birta finnur Ernu. Finnur Selmu. Vel gert þarna. En þarna dettur Selma og ekkert að þetta segir dómarinn. Hún hristir með þessi hausinn. Já, vel tekið á móti boltan. Þannig að Svanhildi ekkert stress. Finnur Dagnýju. Maður finnur Töru. Tara maður í bak. Já, vel gert. En þarna vantaði smá upp á samskiptin í liðinu. Hún hafði nægan tíma. Vissi bara ekki að manninn fyrir aftan sig. Já, það var vel gert hérna hjá Víkingstelpunum. Tara í barðinu hérna miðinni. Já, hún búin að vera alveg, ég held að tölfræðin hjá Töru sér best í dag í liðinu. Svona, en já, þetta svona pínu barningur hérna miðinni fyrstu mínúturnar. Já. Hún ekki búin að skora í síðan fyrir hálfleik. Sjango gert fyrir Dagný senda hennar inn fyrir á Freyju. Sem tekur að með sér hérna vel gert og setur hún þetta ekki bara. Nei, gott færi. Og það með skotið þarna á Freyja. Það vel gert hjá hann að koma sér þetta færi. Já. Hún skuldar í dag, eða ekki? Hún er 0 mörk. Já. Hún skuldar. Þarna var hún í góðu færi til að borga inn á þá skuld en hvað var eitthvað að missa boltar hérna út af fín pressa. Bara gísku við hvað er að gerast. Það er þarna er þetta svolítið grimm tækling og hún færi aukaspyrnu. Farið í gegnum hann þarna
þetta er ekki, hún er búin að lenda í svona 2-3 svona, að segja, smá njarski. Já, eitt höfuðhögg og... Svona eins og þegar maður er að hengja upp jólaljósin heima eins og dettur á hnið, þú veist, þannig moment, skilur. Klemmi hnið einhvern veginn og eru alveg... Já, hún kemur örugglega heim með eitthvað marblettið þennanleg, það er alveg klárt. Búin að vera in the mix. Núna ætla ég að segja, hreint út, Tara Jónsdóttir, skjótu. Alveg sem hvað þjálfurinn segir, sett þetta á ramman. Ekki gefa þetta eftir. Nei, hún er bara að segja ég ætla að skjóta. Já, ok. Sér, í þennan bolta? Ha? Þetta er, hún sá Ívan Tóni í gær gera þetta. Akkurat. Og ætla hún gerir ekki bara nákvæmlega það sama. Nei, hún setur þetta í fjærskeytin, ég er að segja það. Bara lyktar þannig. Setta hann markið Tara. Góð fyrirgjöf þarna, en þarna vantaði bara árás. Þetta var sending sko allan daginn. Ef hún hefði skotið þá hefði alltaf farið upp í skeytin. Svona skil ég ekki hvað hann var að gera. Káringa taka sér mikinn tíma í þessi útspörk. Finnst það leiðilegt? Leiðilegt svo boltan stopp? Já, það er bara að spóla yfir þetta. Já, þið getur spólað yfir þetta sem eru að horfa á þetta ekki í beinni. Já, mikil pressa núna að vinna boltan hérna. Frábærlega gert, þannig kemur Hafdís bara á vinna boltan. Já. En missir hann jafnharðan. Tara heldur betur mætt. Og hún setur hann, byttu. Heyrðu, sko, hún er ekki að grínast hvað hann er óöppin í dag með ekki að skora. Hún ætlar að skora. Það sér að hún íðar öll að hann langar svo að skora. Sniðut nefnilega hjá Víkingsliðinu sko að tala ensku á bekknum, þá skilur enginn hvað hann er að segja. Já. Mjög sniðut. Káringa hérna, nei, þetta er... Já, mikil pressa og þessi fyrir út af... Þetta er rosalega erfitt, já, það ná ekki að byggja upp, ná að halda boltanum mjög stuttan tíma og þá er erfitt að vera elta alltaf. Já. Alltaf skrifina eftir og hérna... Emma trítar hérna, sækir boltan og... Já, ég veit bara að trúa það fyrir þessu. Já, þetta er bara, ég er ekki að ljúga nynnu. Þetta er það sem er að gerast. Þú segir mér það, maður sjá. Kemur boltinn frá henni hérna inn. Já. Hafdís Bára og Tara. Nei, Káar vinna hennan. Já, þetta er ákveðlega gert þeim hérna. Núna er þær, en þarna kemur Erna nokkur, Guðrún Magnúsdóttir, hún er ekkert að grínast í dag. Nei. Og Hafdís Bára. Vinnur innkast. Nei, tapar innkasti. Já, þetta var ekki vel flaggað þarna. Nei. Við flöggum í hálfa þegar við komum heima eftir til að syrgja þessa ákvörðun. En nú þurfum okkar konur bara að ná aðeins valda boltanum og leifunum aðeins að klappa honum aðeins og færa fram og tilbaka því að þetta er leikur sem að Káur vill heldur frekar spila sko, sem að eitthvað getur gerst upp úr einhverju og það er ekki það sem við fýlum. Við viljum stjórna leikjum, gert það frábærlega í fyrstu tveimur og fyrirháleik líka, en Káringum er búið að ganga betur inn í seinni. Þetta er Dagný, hún er sko, það var alveg eins í síðasta leik hjá Víkingum hjá meistaraflokki karla. Það var Daniel Djuric á vinstri kantinum og hann var aleinn. Já. Grét, maður sá tárin fallaði niður hérna kinnarnar í þeim leik. Birta finnur hérna Emmu, þá fær Erna sig. Þessi sending var svakalega tæp hérna og hvað gerir? Já, vel gert. En hún er úr markinu, nú er gaman að sjá hvort við gerum eitthvað. Nei, Selma hreinsar þetta upp. Gerir það vel. Já, hún er frábær í fótunum. Já. Það er Hafdís bara komin af stað. Hún finnur Dagný, hún er ekki rangstæð línuvörður, viltu gjöra svo vel? Hann hlýðir mér og Dagný er komin alein í gegn og hvað gerir Dagný? Hún klárar þetta. Yes. Það var leikmaður númer 7, Dagný, sem skoraði markið. Frábær sendingan í gegn. Frábær sending og frábærlega klára hjá henni. Já. Það var einhver svona rökræðin í hálfleiknum að hún ætti að skora meira og það var heldur betur jinxað í gang. Já, hún bara svaraði strax. Skellti markið í andlitið og sokkur fyllt með bara í leiðinni. 5-0. 5-0.
kæru áhörnendur, við erum búin að senda ykkur út núna 23 mörk í síðustu 3 leikjum Já. og við rökkum ekki krónu fyrir. Já, Freyja komið bara í, já, Freyja, John var að gera smá breytingar hérna, beður stelputur að skilja Freyju eftir út á kantinum og það heldur betur að virka því að Freyja alein hérna vinst hægra megin og það bara koma boltanum yfir. Já, mist Hafdís og Dagný hafa verið frábærar í þessum leikjum. Já, ég svo bara eins og alltaf, maður er alltaf eitthvað hérna ógeðslega PC, en það er allir bara búin að vera frábærar í þetta, það er ekki hægt að taka einn eða 2 út úr þessu, sko. Freyja, hún er lögð af stað, þetta er alveg galið að sjá hennar hraða að annarlega stinga hann inn á Hafdísi en þessi sending hefði þurft að vera af einhverjum áður þekktum gæðum til þess að ná í gegn held ég. En hugmyndin var góð. Nú kemur markmaður KR sem er fædd árið hvað, 2009? Já, nei, 2006. Hún verður 19 ára þess ári. Já, búin að sjá unga markmenn hérna í dag. Já, við erum ekki búin að sjá neitt annað en unga markmenn hérna síðustu árin. Nei. Það er bara nóg til af ungum markmennum hérna í íslenska boltanum. Og ég er eins og þessi sett peningur í þjálfun kvenna í handbolta. Já, heyrðu, vá, hvað þetta var frábær sending. Selma missa hans hérna. Ég ætla að klára brandara minn. Hérna með að það er eins og þessi settu peningur sko í, þú veist eitthvað. Já. Það er eins og að þú veist að það gerist þá góð hlutir sko. Ég er engin sérfræðingur í þessu sko en heyrst þetta virkið vel sko. Já, það hefur gengið illa að fá markmannsjálfun svona fyrir yngri markmenn. Já. En er kannski eitthvað að breytast. Það er eitthvað að breytast. In you go Tara, sagðan. Og hérna hreinsar þetta vel upp. Já, setja tilbaka. Já, vá, hún er alveg pollróleg maður. Við vorum báðir hérna mjög stressaðir. En Freyja er farin. Nei, þessi fór á langt. Ég held að línumurinn, hann kýtlaði þarna í puttan. Hann ætlaði að taka í gikkinn og flagga inn á rangstöðum sem mér. Þessi löngu boltar yfir, ef ég væri hliðhóllu KR-ingunum þá myndi ég labba til og segja að ég myndi bara sleppa þessu. Þetta er ekki búið að ganga og þetta mun ekki ganga í dag. Það er eitt stykki Erna Guðrún líka þarna. Já, einmitt. Og þær eru líka bara svo fljóta þannig að þetta er erfitt þegar þú ert með. Já, það þurfa bara að gjöra svo að spila sig í gegnum þetta. Þessi var farin út af og það er innkast. Nadia og hvað sagði hann? Telma? Nadia og Telma. Það fara að koma 3 mínútur. Já. Þá fáum við að sjá Nadiu Alladóttur hetjun okkar úr bikarúrslitaleiknum í fyrra. Já. Hvað sagði aftur Hörður Magnússon svo skemmtilega. Hún gengur á göflunum hérna í dag líka. Það væri gaman að sjá það. Þetta gera KR þetta vel en eru dæmdir rangstæðir þarna upp í horninu. Þessi línumörður hann er mjög svona naskur á rangstöðunar þarna. Hann nær. Já, við erum að reyna þetta sko, eins og Svenni, Sveit Gísli, hann er kallað Gilli, skilur við, og Gotti. Þetta er alveg, við þurfum að klára þetta með stelpunna líka. Freyja, við kallum Freyja alltaf flugbrauðina, þú veist hún bara leggur á stað. Selma þarna með press í bakinu, gerir þetta vel. Svo hann heldur finnur Selma aftur, en þetta er ansið þröngt þarna, nú þurfum við að koma út úr þessum pakka. Það er búin að pinna okkur hérna í horninni í fyrsta skipti í leiknum sem er smá pressa frá KR-ingu sem er bara að virka ágætlega. En við leysum eins og vel úr þessu eins og fyrir daginn. Já, vel gert. Boltinn kemur hérna yfir hægra megin, kemur Emma. Dagný er alveg gal opinn. Sjá Dagný! Við langar að kalla þetta á völlinn. Hafdís Bára, góð hugmynd þarna alltaf að stinga honum inn fyrir á Freyju. En það er eins og, já, það skilja alltaf eftir eitt kantmann. Já. Mjög skrítið. Útgjörlega. Dagný var nefnilega að skora fyrir 4 mínútum eða eitthvað. Já. En Emma kemur inn á Ernu sem spilar þessu bara rólega tilbaka. Já, og Halla út á Svaldi. Því að John er ekki að trufla leikmennina, það er leikur í gangi John.
leiðum að einbæta sér frábær sendingarn inn á ekki flagga nei, hann flaggaði ekki, þetta var fárálega góð sending á Selmu maður Hafdís bara náði eitthvað ekki boltanum út úr fótunum á sér hvað sem er flæktist aðeins fyrir henni boltinn en náðist þetta skjóta upp markið en markmaðurinn varði vel lokaði vel á hana Já, Birta og Halla leysa þetta vel hérna Erfið bolti hérna tilbaka þetta er pressan að virka hjá káringunum það erfið sendingina frá Dagný á hana Höllu en hún gerir þetta vel og fær hrós frá John Erna bombar þessu upp á Hafdísi sem tekur hann niður en það er ekki komin um að Birtu Birta bara sótti boltan takk fyrir þetta er okkar bolti með metnaðarfulla sendingu og Dagný ætli Dagný náði þessu já, ok Dagný leitar inn á tegin og þar er káringur og Hafdís Bára hvað gerir hún? Kemur hún fyrir á Selmu sem klárar þetta Þrenna Þannig kom hún þrennan nú þurfum við að finna einhvern bolta það er að versta við þetta sko og við getum lent í einhverju rosalegu veseni þegar við komum niður í Vík næst en hér er einmitt skiptingu Víkingunum leikmaður nr. 22 Nadia Alladóttir að koma inn á og af því ég er ekki öllum hnútum kunnugur hérna í Já, þetta er hún Telma Rún Axelsdóttir það er 2005 kemur inn á fyrir Freyju og fyrir Hafdísi Báru nýbúin að leggja upp mark og skora þetta er bara fær klappa bakið Frábær leikur frábær frammistaða Sjáum hvort að Telma fari þá bara á kantinn vinstri kantinn Nadia fer bara fram, það er klárt Já, hún er ekki að fara í vörnina, það er á hreinu Nei, hún fer sennilegast í vinstri bakvörðin og Svanhildur kemur á hægri kantinn Já, ok Hún er vinstri bakvörður að upplægi John og Kristó hafa verið að horfa á leikinu meistarflokki Kalla þar sem að Kalli hefur verið að spila mikið út um alla völl Já henda bara Svanhild í það hlutverk líka Hann hefur ekkert verið á þakinu samt Nei, ég býðst afsökunar á þessu við erum að pappa húmórinn náði aðeins langt hérna nú í okkur en þetta var gaman Telma gerir þetta vel kemur hún á Dagníu en það er heldur betur ráðist að henni Já og þær vinna engast, jæja okay. En Telma er að koma tilbaka eftir meiðsli gaman að sjá hana aftur inn á vellinum Ekki er þetta enn einn crossböndin Nei, reyndar ekki Þetta Gunnar Magnús veit það kannski betur Já, Gunni, úr hvernig meiðslim er hann að koma á Telma? Úr hvernig meiðslim er hann að koma? Telma Já, ok Ökla meiðsli Þetta er velspilað Selma gerir þetta frábæla það er að búast í plás lítur nú teginn þar er Nadia Alladóttir sem þekkir þetta vel og hún er bara mætt og skora strax hvaða rugl Já, hérna Fyrsta snertingin það er ótrúlega þægileg tilfinning að eiga eina Nadiu bara svona á bekknum á lager og hún kemur inn á og þetta var eins og þetta hefði verið sko æft milljón sinnum hún leit upp Nadia og teiknum beint á hausinn á henni frábælega klárað teiknað á hausinn á henni geggjað 7-0 17 mínútur búnir að seinni hálfleik það er tæplega 30 mínútur eftir af þeim síðari við erum að detta í það að við getum fara að lofa 8 mörkum per leik og hún keypti 7-up en heldur þessi til eitthvað svona 11-up eða eitthvað það geti alveg enda eitthvað þannig þetta er skemmtilegt ekki fyrir mig samt einmitt fagmennskan alltaf fyrir um í okkur finnum Selmu þarna það er búin að finna okkur aðra mjög vel í fætur nákvæmlega þessu stöðu í allan dag Telma kemur hann út á Dagníu vel gert var hann aftur hún er right-footed Já, finnur Nadia þarna
Nadia gerir hérna kloppar leikmannin en missi boltan frá sér en Telma mætir og Káringa vinna boltan og stungusendinga, þarna var Birta var betri sending, þarna hefði við getið verið hættuleg sko. Birta var vel vakandi þarna. Hefðu zoomaði þessu mér á velli, er það Óðinn hann hinum einn? Hvaða kóngur er þetta með kameruna? Er þetta Óðinn? Herðu það zoomaði á hann, við erum að fá hann í beinútsendingu hérna. Þarna er okkar besti, það er alltaf einhver myndatökumæður á öllum leikjum. Fylgjast með. Hvað er þetta einkast? Við erum klárlega að sjá fleiri skiptingar hérna. Fljóðlega, já. Þetta er tæma nú sannlega báða bekkina eða ekki? Jú. Heyrðu, þetta er frábær fyrirgjöf. Það er vel varðir. Frábær framistæða í dag hjá ungum markmanni Víkings. Ég var ekki að segja annað. Virkilega gaman. Gaman líka að koma inn í svona leik og líka fá nóg að gera og standa sig vel í því. Það er skemmtilegt. Tara, hún stendur sig vel, gerir nóg af því. Þarna var smá miskilningur en Nadia er mætt í pressuna. Þá myndi ég bara forða mér. Já, ég myndi gera líka. En hérna, hún er bara nýlent væntanlega frá Sólálundum. Birta þarna, bara þetta er vel gert þarna hjá KR. Bar boltan að upp allan völlin og stungusendingin. Þetta er bara, ég bara viðurkenni það alveg. Ég hljóma kannski leiðilega þegar ég segi þetta en þetta er ekki að fara að ganga sko. Hérna, Nei. líka bara, ég veit það ekki. Emma er bara sennilega fljótasti leikmaðurinn á vellinum akkurat núna. Já, veist. Eftir að Freyja fór út af. Já, þær eru frekar tæpar, jafnar á því sko, þannig að þetta er, já, þetta verður erfitt hjá henni maður finni eitthvað spilkabla sem að leysir vörnin okkar upp. Þetta er vel spilað þarna, en góð pressa, jú. Já. Kemur Telma hérna upp vinstra megin. Finnur Nadiu. Alla aftur á Telmu. Telma skiptir sér úr Ernu, vel gert. Hún er náttúrulega fáránlega rólega boltan. Tara neglir þessu bara tilbaka. Já, erfiður bolti þarna. Þetta fór það bara báðar í boltan og markmaður metur þetta bara hárrétt. Tekur bara boltan með höndum. Ég er bara frábælega gert hjá henni. Það kemur Selma. Sjáum hérna hvað Selma gerir. Finnur hún þetta Dagný á fjærstönginni? Já. Nú er komin tími fyrir Töru. Tara er hérna á miðjunni. Það er Töru-tími. Þarna var ég lagst svona epíst. Já. En alltaf næstu því hjá mér. Þannig er æfisaga mín því miður. Þjálfar teimi Káringa er mjög ósátt við þessa dómgæslu. Ég get skilja þetta mjög vel. Það voru að tvær að fara í saman boltan. Engilega með þetta hvort það er sending eða hvort að Káring snerta síðast. Frábær dómarinn í dag, búinn að vera róleg og yfirveguð og tekur ekkert kjaftaði. Já, tekundu það. Maður tekur ekki eftir henni, það er besti dómarinn. Yndislegt. Fagna þessu. Já. Halla býðir sig þarna og finnur Telmu sem heldur hún að minna. Jú. Nei, missir hún út af. Þannig að Kárinni komni bara inn í teig, bítu. Þá mætir títnefnd Erna Guðrún, segir ekki í dag. Og þarna væri nú gaman að sjá Nadíu á boltanum. Það var ágætlega gert hjá KR á endanum. Já, þannig að spila svo á milli línuna aðeins og hjá okkur og En já, hún er vakandi í markinu, vel gert. Kemur boltanum strax í leik. Erna finnur Töru. Já, þetta er bara að spila út úr þessu. Birta gerir þetta frábælega þarna. Erfið sending en leist þetta mjög vel. Kemur Selma hérna og Emma. Emma sér þarna Dagný, hann langar rosalega neglunum yfir en kemur nú bara Töru, ennþá betra. Tara neglunum yfir. Nei. Heiðu, þessi leit svo vel út hérna úr mínu sjónarhorni. En Dagný dugleg vinnur boltan þarna. Nadia býður eins róleg. Þannig hefur nú gaman að sjá Nadia bara vaða á völlin en bara hikaði aðeins þarna. Nú eru Káringarnir aðeins að ná smá völdum hérna
famalega á sinni eigin vallarhelmingi. Tara finnur hérna Selmu og Emma fær hann aftur. Einfalt og gott spil. Þetta brotið á henni, dómarinn dæmir ekkert. Selma kvartar ekkert, þá var allir glaðir. Erfið sendingarna, en Telma leysir þetta vel. Vakandi. Og Dagný keyrir á miðjuna. Þetta vill hann, heyrðu, býtu, ok, shit. Ok, og hvað gerist hérna? Káringur myrst að fengi smá högg hérna, en Tara stoppar ekkert. Kemur boltan út á kantinn. Þetta er Nadia komin. Nadia út á kantinn, ég fá hann inn í bóksinu, en Káringarnir lesa þetta og rífa á hann í boltan. Það er ofboðslega þægileg tilfinning að hafa þarna rólega og yfirvegað að varna menn í miðjunni. Það er voðalega auðvelt þarna hjá þeim. Tara stingur sér, en Selma nær boltanum. Þetta var frábær hugmyndarni á Ömmu. Munið ekki miklu að Tara kemist þarna inn í gegn. Þetta er höfuðmeiðsli. Er þetta ekki sami leikmaðurinn og... Áðan? Já, ég held að. Theodor Elmar grýtti þarna boltanum. Fagmannlega. Hann var að reyna að hitta í Svanhildi, sko. Já. Þetta verður allt lokkað hjá okkur þegar ég kom í heimsókn í sumar. Já. Kannski fór að setja eins myndavelin á Kristófer Sigurgeirsson. Ég er bara, ef ég gæti það. Það væri rosalega gaman að sjá hann, sko. En hann er akkurat á bak við súluna. Hann veit alveg. Hann vissi að þessu. Hann átti afmæli núna fyrir nokkuð dögum. Já. Var þá 29 ára fyrir 23 ára, eins og norðað eitthvað svoleiðis. Hvað svoleiðis? Hann er búinn að koma skemmtilega undir þjálfarateymi. Hann og John eru svona eins og litlir strákar saman. Það er svo gaman hjá þeim. Já. Verðist að ná alveg ótrúlega vel saman. Heyri góða hluti frá leikmönnum. Hann kemur bara vel inn líka þar. Fáum að sjá hann hérna. Afmælisdrengurinn, til hamingju með afmæli Kristófer. Hann ætlar að fela sig bara Hann ætlar að fela sig, nei. Gunnar Magnús blekkt hann hérna til að undan súlunni. En við höldum áfram með leikinn. Já, nú er leikurinn að byrja aftur. Hann er komin að stað og Káringar. Ég ætli í sókn og Gunnar Magnús fær hrós fyrir þetta. Takk Gunnar minn. Það eru konar til hægri kantinn og þarna er Telma í baráttunni, en Káringarnir komast upp og koma boltanum fyrir. En þar er einmitt, hver var þarna Bjarki? Hún byrjar á E. Já, Erna Guðrún. Hún er búin að vera alveg frábær í dag. 69 unna bolta. Já, 69 til 75. Emma sér þarna Selmu sem biður hann í lappirnar, fær hann ekki. Svanhildur kloppar, það var góð kloppið þarna. Tærst ekki með það því að hann fór ekki á okkar eigin leikmann, þá tærst það ekki með. Nú er svona eins og Káringarnir þessi ekki alveg, það er búin að vera að koma svo lítið fram með boltan, ég meindi ekki neitt í gríni, heldur það er ekki alveg eins og gott að gera þarna. Og jú, engin önnur Erna mætt til að taka boltan í sínar hendur, eða fætur. Vel gert þarna, það er ekkert verið að stressa sig. Kannski bara heldur nú of rólega þarna, alveg pollróleg. Erna gerir þetta vel þarna, en missir boltan frá sér. Þá er Halla mætt. En nú eru Káringarnir að vinna boltan hérna ofalega og Halla aftur, bomba bara Ernu, skammar hana fyrir að missa boltan á þann. Gera betur. Nadia finnur Selmu og nú fyrir við að stað, við erum 5 og 5. Þetta er geggjuð sending hjá Selmu maður. Nú Tara biður um hann, hún biður ekki um hann. Tara fór hérna út utan á hlaupið og er, pínusvegt að fá ekki boltan, en kannski ekki bara fyrirgjöfin. Dagný dettur niður í djúpið, Nadia kom út á kantinn og Tara færði aðeins framar á völlinn síns mér. Já. Selma kom út á kantinn og Svanhildur fram með það. Já, hérna. Já, jú. Það er ekki 30 mínútur á klukkuna hérna. Þegar stungusendingin virkar í fyrsta skipti í dag.
Þessi Káar þetta gjörsamlega komist í gegnum vörnina en þetta Nei. gerur hún frábælega í markinu. Las þetta vel, kom á móti en bakkaði svo tilbaka og varði. Vel gert. Selma lítur upp. Hún er með Töru, Dagnýju og Nadíu með sér. En Selma skýtur bara markið, jæja. Það bara að tsepa honum yfir. Þá er fjórföld skipting hjá Víkingum. Og nú byrjar Gunnar Magnús og svitna enninu sem er bara allt í lagi. Nýbúinn að styrta sig. Sjáum hérna, Já, fjórföld bara, það er áttföld skipting á liðinni, kæra Já. áhorfendur. það er Káur að henda í fjórfölda líka. Það er það leikmaður 29, 33, 20 og 11 að koma út inn á hjá Víking. Svanhildur og Erna að koma hérna út af, sömulegis Selma og Dagný. Og inn á er að koma Þórdís, Eva, Tara Og Rakel. og Rakel. Félagskipting komin í gegnum Rakel. Já. Frábært að sjá hana. Hún spilaði með okkur leik í, var ekki æfingarleikur múti Afturheldingu? Jú. Þá kom svakalega sterk inn þar. Já, Þá vorum við að grínast mikið með það að Svanhildur hefði fengið leyfi til þess að stíga í hægri fótinn og fengum hann að vinstri bakvörð. Þetta má segja að þarna sé Hvolparsveitin nýja. season 2, Já. eða ekki? Ég ætla ekki svona að reyna að sjá hverju fótið á Kára því ég er því miður ekki öllum hnútum kunnugur þar á þeim bæ. Nei, ég reikna með að Tara sé að skokka hérna fram og verði hægra megin. Þórdís kemur í miðvörðinn og Rakel Hún fer bara á vinstri kantinn. kantinn og Eva er þá að koma á miðjuna. Og núna eru inn á vellinum, akkur núna, eru bara Emma og Nadia og Tara og Birta. Það eru 4 leikmenn á vellinum sem að svona spila reglulega með Víking. Ekki bara held að segja það, Já. sem eru úr svona kjarnar frá því fyrra. Þannig að það eru 7 leikmenni núna inn á vellinum sem eru að spila bara sinn fyrsta eða sína fyrstu leiki með Víking í meistaraflokki. Það eru gaman að sjá hvernig þeir standa sig. Og sama Káur megin, það eru komin hérna yngdist heldur betur upp. Já. Sástu hann hvort að leikmaður 19 kom inn á Gunnar. Nú fær vallaþjálfurinn rýmillis að tilkynna skiptingarnar. Telma kemur hann miðin á Nadíu. Nadía gerir þetta vel. Sóta hann þarna en, jú, hleypur hérna niður leikmann Káar en Káar einhvern veginn á stjórnan boltanum. Já, vel unni hérna hjá, er þetta ekki Tara? Já, Frábælega gert þarna og Nadia, hvað gerur hún? Hún fann ekki sendinguna Nei, en kemur bara út úr þessu vandræðin sjálf heldur betur en missir bolta frá sér. Sástu Bjarki Gunni hérna númer Káar, er 29, kom hún inn á það. En númer hérna fyrir ekki númer 29, heldur númer 19. Sé það ekki. Það er dóttir hérna Viktors Bjarkar sko. Nei, ég er bara, hún mátti ekki, hún mátti ekki spila, hún var að spila í dag með þriðarflokki. Það er gaman að sjá hana ef hún var að þarna. Nei, ég spyr sko. Að hérna kemur, það gerir þetta vel. en Káar einhvern veginn aðgangsharðir hérna og vinna boltan aftur, komast upp í hornið og það kemur fyrirgjöf. En Telma gerir þetta frábærlega þarna og hérna fekk Káar einhverjum flugferð í boði Höllu Airlines og það Sagaklass. Mjúglending. Mjúk lending á glæníu grassi. Hér er traktor sem keyrir fyrir við leikinn og vökvar allt upp í 10 hérna. Sama magn og vökvað í Víkinni. Ekki alveg. Nú erum við að detta aðeins niður. Það er til að sjá okkur, ít okkur aðeins ofar. Það er svona stelpurnar að finna sig eftir þessa skiptingu. Eða allar þessar skiptingar. Á báðum liðum. Já, hann gerir hvað, 2-faldaskiptingu og svo 4-faldaskiptingu. Já. Já, það er alltaf erfitt en vel gert þarna hjá Rakel. myndi hann að finna Nadíu í lappir en fann hann ekki. Og hárbolti sem hann Emma les vel. Já, og Tara. Finnur Töru. Ég held að hann myndi finna Töru maður, djöfullin, Já, jæja. það Það er tilbúin í það sko. En Tara finnur boltan. Tara á Töru.
Já, þetta er eins og Elisa Gía og Gía sko, þetta er ekki hægt að hafa þetta svona. Þetta gerir Káringur frábærlega. Kemst upp á mörg, en Þórdís gerir þetta vel, yfirveguð, fann Emmu, finnur Töru, frábærlega spilað. Gert. Þetta var bara góð sending líka upp kantina, það var gott. Já. Það maður færa liðið framar. Muna ekki mikla Nadja kemur að setja inn í boltan. Já, þetta er ágætlega gert í KR. En, jú, hún er mætt hérna, hún Halla. Já. Hún reynir að slasa Kristófer Sigurgeirsson, nýbakaðan afmælisdreng. Og þar við. Hérna er KR einhvern veginn búin að koma 2 leikmönnum á teginn. Og svo 3. á leiðinni. Ágætt þessu hugmyndi hérna, en hérna er Tara Jónsdóttir mætt. Og Tara á Töru. Töru Ármanns. Nei, heyrðu. Þetta var ekki Aukaspyrna. Já, hérna. Víkingarnir voru, Tara var það, vissum þetta var ekki brota, hún hljóp í sóknina. Tímyndur til leiksloka. Seinni hálfleikurinn hefur kannski verið heldur bráðdöfur eins og fyrri. Já. En, jú, náttúrulega bæði lið búin að gera svakalega marga breytingar. Sínu liði, en nú væri gaman að sjá Töru og Nadju með þessar sem eru hvað með mestur reynslunni hérna á vellinu núna. Leiða línuna aðeins og frábærlega gert þarna og Tara nær hún þessu bolta, nei, vá, það leit rosalega vel út hérna úr sjónskekkjunum minni. Tara, Nadja finnir boltan, kemur hún Töru. Tekur vel á móti boltanum hana. Já, og innkast. Við eigum þetta, nei. Nei, hvað var á þetta innkast? Ég trúi þér. Bolti kemur hérna inn á völlin. Það hór svolítið tíma núna til þess að aðdæmna sig. Já. Ekki alveg sem að pressa hann á áðan. Ekki eins nálægt og áðan, það er rétt. Þetta er vel gert þarna. Og hvernig vinna ekki þennan bolta. Leikmannum 14% sem mjög, tinnan dag, hún er búin að vera mjög fín í dag. Númer 9 líka. Já, hvað er þetta? Bolta vinnur Hárum mist. Já, Hárum mist komin að í hálfleika, ekki? Jú. Já, hún er búin að vera flott í setjanleik. Já, fína leik. Já, frábærlega gert þarna, kemur boltanum að Rakel farin tilbaka. Já. Nei. Það er ekki alveg að detta. Okkar konum, en við höfum yngastið. Það er sko Grímur Grímsson rannsóknarlögreglumaður kemur hérna eftir til að rannsaka að Tara skorar ekki mark sko. Það verður einhver lögreglumál sko. Nú fær Þórdís boltann í lappirnar hérna, lítur upp. Tara býður sig. Finnur Emmu. Og Emma kemur með langan bolta. Þetta er erfiður bolti en Nadja ætlar hún að ná þessu? Nei. Skemmtileg sending hérna. Myndi mig á sendingunum sem að, ég man ekki hvað gaf sendingunum þegar ég gafst upp fyrir hönd Huldu. Hulda skoraði bara, það var ekkert mál. Móti Fjölni. Já, Hulda er ekki með hérna í dag heldur. Nei, veistu hver ástæðan er fyrir því? Var hún ekki veik? Hún er veik, jæja. Óskumenni góð spata. Já, Þórdís Aðgjárs var hérna glæsilega gert hjá henni, litt finna fyrir sér hérna. Feipaði káiningin vel gert. Tara, já. Hún er bara að taka eitt báir hérna í dag. Búin að spila alla stöður á miðjunni. Sinna þeim vel. Já. Þessi sendingur erfið þarna. Ætli Töru sem að vinna boltan bara, já. Minnst þeir lokar á sóknina. Káinningar missa boltan út af. Já. Leikmaður númer 17, Jóhanna Karen Sveinbjörnsdóttir. Fætt árið 2007. Leikmaður 18 fyrir ekki. Halla María Líf Ágústsdóttir, hún var 2007 líka. Það er orðin 2007 og svo 2008 Halla Elisabeth sem við fáum ekki að sjá í dag. Og Rakel nr. 2, hún er ekki komin inn á það. Það held ég ekki. Nei, það er að sennilega verið að spila í dag með þriðaflokki, hún er 2009 módel. Já.
Emma er að kasta hérna boltanum inn, við sjáum þetta ekki í myndavélinni áfram Sem sem dómarinn. sem er bara að hendi í eitthvað textalýsingu þegar bolti fer Já. þangað. Tara Kemur hann niður Hugrúnu sem finnur Höllu, sem finnur Telmu. vel gert. Nú þurfum við að koma honum upp völlin og hann er Já, frábær sending. Og Rakel næri þessu, það eru 3 inni, það eru 2 á mót. Nei. Ha. Já, hérna hér sko, þetta, það verður sérstakur uppgjörstáttur fyrir þessa rangstöðu eftir leikinn. 60 til 70 mínútna þáttur sem að við erum með gesti og gangandi og kaffibolla fyrir mig þetta. Umræður. Og hérna valinkunna gesti. Já, fín pressa þarna og þarna spila Kárin þeirra út úr þessu, en jú, Já, Eva sterk. vinnur boltan þarna Vel og gert. lætur ekki toga sig til. Tara og Þórdís. Tilbaka. Já, vel gert. Já. Það er líka bara, ég ætla ekki að taka það af henni, en það er líka gaman að vera markmaður þegar það er margir valkostir sko. Hún er ekki ekki sett inn að vandraða stöðu sko. Frábærlega gert. Þórdís hérna. Já, vel leist. Emma sá Nadíu í hlaupinu, hún finnur hana. Ég held að Nadíu hafi hætt við. Réttar sendingi kom. Hafði ekki trú á sendingun kemi. Núna eru 5 mínútur eftir að leikleikunni. Ég spái marki, það endar ekki 7-0. Ég get lofa eitthvað því. Ég spái því að það verði Rakel sem skorar 5. markið okkar. Nei, skorar þetta 8. markið okkar, segi ég. Kemur hérna brakandi fesk inn á vinstri kantinn og setur hann upp í fjær. Tara gerir þetta vel. Já, fer bara fram hjá henni. Og nú er alltaf opnast. Maður aðeins og það misti aðeins fókus þarna. Þetta var frábærlega vel gert hjá henni. Já, Tara. Við erum með þetta. Emma með boltan hérna á Evu. Og Tara. Já, vel gert. Já. Eva sterk hérna. Og vinnur innkast. Boltinn er farinn. Já, þessi hlýtur að vera farinn. Já. Frábærlega gert þarna Evu. Þetta vel finna fyrir sér. Þá er farið innkastið. Hún fekk mér, Já, við sendum spóluna til Rýnis hjá PG Mól í Breitlandi. Þórdís. Já, vinnur bara boltan. Næður hún haldur sér ná. Ég get sagt ykkur það, hún náði því og bjargaði boltan í innkast. Staðfesta tölur. Nú er hver að vera síðastur í Víking að tryggja sér þetta 8. mark sem ég er búinn að lofa. Já, það er innkast hérna sem Káar tekur og Þórdís skallaði þetta frá. Tara tekur boltan niður og kemur hún beint á Höllu sem ætlar að koma hún upp í hornið en út á kantinn, en Káar er ekki að lesa þetta. Það er svona jafnvel eitthvað líkt að því að Káar er ekki að fara að skora, en nú Tara tekur boltan niður, finnur Nadíu í lappir og hún lítur Nadíu upp og sér að hún er rangstæð, tekur bara sjálf boltan upp völlin. Já, tilbaka á Emmu. Ég þarf að hafa með allan við hérna vélinni, snúa, hægri, vinstri. Þetta er eins og tennisleikur. Við byrjum aftur. Já, Hugrún kemur hérna yfir á Höllu sem finnur Telmu sem missi bolta frá sér þetta þarna, en Halla mætir, hreinsar upp, ætla að finna Rakel lappir en það er svo erfið sending hérna. Vindurinn er mikill hérna í Höllinni. Nú er eitthvað lesið vindinn rangt. Það hefur verið að taka upp bjúra á þessum myndböndina. Já, einmitt. Við ætlum að fara að mótmæla þeim og eftir ég og þú eða ekki? Jú. Rétt. Káringar eru búin að ná aðeins betri völdum á leik sínum hérna í seinni hálfleik og sérstaklega til lok seinni hálfleiks. Þarna stígur hann að boltan óöppinn og Tara hrifsar hann í boltan. Rakel er komin upp í hornið vinstri megin, svo sem ég er búin að lofa að skora í dag. Já, Nadía hérna á Töru. Já, fara aftur boltan. Rakel biður boltan hérna. Fær hann. Ágætis skipting á Nadíu hérna. Og kemur Telma í yfirhlaupið. Fær boltan. Rakel biður hann aftur, fær hann ekki. En Nadía, Mista hérna á honum.
Hvað er þetta aukaspyrna? Ég fagna þessu. Já, vel dæmt. Þetta er vel dæmt. Nú þetta bara töru. Ef ég verð númer 19 núna í þessu liði, Já, þá myndi ég taka boltan núna. Þetta er aldrei fyrirgjöf. Hvað helst boltan, til að skjóta markið. Ég væri bara eftir leikinn í 3-4 klukkutíma að skora mörkina. Sko. já, ég... Jú, sérðu? Jú, Sérðu þetta? Hún heyrði þér. Hún heyrði í mér. Hún ætlaði að skjóta úr þessu. Svo Sigdís gerði í síðasta leik. Já. Skaut í slanna. Ég held að Hafdís að fylgta eftir. Það var Erna. Það var fylgta eftir. Já, þetta er bara mark, spáði ég. Sjáum hvað gerist hérna. Það afsakaði þennan vír sem er hérna fyrir. Já, það er ekki á okkar vegum þessi vír. Nei. Við erum alveg þrálausir í víkinni. Sjáum hvað hún gerir, hún Tara. Langar hann ekki bara að skjóta. Skjótt úr þessu, Tara. Hún skaut úr þessu. Þetta var geggja skot hjá henni, maður. Niðri á nær. Hún vinnur boltan. Birta kemur þessi skotfæri. Nei, hún kemur boltanum á Emmu sem missir boltan frá sér. Og Kári getur vinna boltan. En þá er lagt að stað og það er bara, hún er ekki niður. Ég kann að meta þetta. Rakel fær hérna plús í kladdanum mér. Þetta finnst mér að vera... Sækir hérna spjald. Já, ekkert ofbeldi. Bara stoppa leikinn. Smá, en ekki mikið. Það var engin ekkert offors í þessu. Sko. Nei, við viljum fá fleiri liti í þetta. Svolítið bara með rautt. Heyrðu, ég get sett núna að sjá, sett núna að skjá henni það. Gult spjald. Já. Eitt gult spjald kom í reynum. Þá einmitt sló klukkan 45 mínútur. Já. Og svo sem að ég vissi að eitthvað myndi koma jákvætt tölfræðilega séð með Rakel. Já. Þannig að þetta mark sem ég sá fyrir var bara gult spjald. Já. Þið dreymdi þetta eða ekki? Ég dreymdi þetta hún væri inni sko við það að spila, einmitt, eins og flestum gerir. Hérna, það verður örugglega bætt í 2-3 mínútum út af öllum skiptingunum. Alla gerir þetta vel hérna. En nú er farið að liggja aðeins á okkur, þetta mér líst ekkert á þetta. Já. Kárin standað af sér. Kemur með fyrir. Þetta bjargaði Þórdís í horn. Þórdís tók hérna gott karatispark. Reynsaði boltan aftur fyrir. Nú var ekkert leiðilegt að fá eitt hraðaflug í lokin. Og skellinn 8. markinu. Já, það var eitt leikur í gær held ég í Reykjavíkurmótinu. Fram Fjölnir. Já. Endaði 2-3 held ég fyrir Fjölni. Fjölnir vann þann leik. Boltinn fyrir upp á Nadju sem missar hann yfir sér reyndar. Og svo var Fylkir ÍR fyrir í dag. Já, hann endaði 2-0 fyrir Fylki. Hann var með sinni í Eiðsvöldinni á heimavelli Víkings. Vel spilað þarna á Káringunum, en þær eru búin að vera, þetta er búin að nokkur svona næstu því momenti á henni sem þetta. Hún skaut á markið, sæl og blessuð. Já, að gera að reyna. Það var ekkert ólíkt skotinu sem að Katla varði á móti ÍR. Já. Það var á 35 metrunum. Hvað segir klukkan okkar? Klukkan segir sko 46-47. Þannig að þetta er bara fara að vera búið. Ég hef kallað eftir þessu marki. Það er skulda mér eitt mark hérna. Það var að vinna boltan enn upp í hotninu. Já. Já, en þetta gæti alveg ef hún ætlar að vera grimm á biðtíma ásamt á uppbótartíma, þá ætti það að vera 4-5 mínútur í uppbótartíma sko, ég held það. En ég veit ekki hvort hún gerir það. Það er nema hún sé, eins og sagt er, feeling Qatari í dag og sem er 12 mínútur. Vel varið. Já. Þetta var erfitt skotanna maður. Markvarsla. Vorum að fá hérna staðfestar fotmob tölur á markmanninu okkar. Hún er með 9,3 í einhvern í dag. Já, það er glæsilegt. En þulitin fór 10. Stendur hérna. Já, það. Já, það er ótrúlega gaman að sjá það. Okkar góður störf eru vel metin. Enn og aftur. Já, við erum alltaf með 10, en það gefur okkur sjálfur þessu einhvern. Það er mjög auðvelt að gefa hana. Sko. En Káringarnir hérna, þeim langar að skora eitt mark í dag. Skilur það vel. Þannig er aðeins að íta í Hugrúnu, en hún er sterk. Já, boltinn fyrir allan pakkan. Nú var ég gaman að vinna boltan strax, en gott skotið KR sem fyrir hendar yfir markið. Hugrún var með þetta. Vel gert. Tökum okkur tíma í þetta. Já, og þá er leiknum lokið, kæru áhorfendur. Við erum hérna, verðum aftur á morgun með ykkur úr Víkinni. Klukkan 7:30 að mig minnir. Þá er leikur Víkings og Leiknis í Reykjavík móti karla.
Já. Og, jú, klukkan 7 á morgun. 10 mínútur 7 byrjum við útsendingu á morgun. Sjáumst þá. Takk fyrir í dag. Og við skulum leyfa bara aðeins myndunum að tala áður en við förum heim. En annars sjáumst bara á morgun. Takk fyrir kvöldið og samveruna og áfram Víkingur. Okay. 3, 2, 1, já. Baby, ég að horfa á þig. Dansinn á öll þessi augnablik. Fara fljótt. Þú svo fæn þegar þú horfir á mig og þú togar mig til. Haltu áfram að skína. Baby, gerðu þig fína. Haltu áfram að skína. Baby, gerðu þig fína. Já, þessi gæla, hún allt og sjúk í mig. Búin að gera sig sæta bara fyrir þig. Já, þessi gæla, hún allt og sjúk í mig. Ég pretty boy, svo ekki tala við mig. Ég hélt að Louis var í búinn, en núna